Sérfróðir efast hagkvæmni lítils álvers sem áformað að reisa sunnan við Skagaströnd. Forsætisráðherra fagnar fjárfestingaráhuga en þingmaður kjördæmisins segir allt of mörgum spurningum ósvarað. Eigandi Klappa Development sem hyggur á rekstur álvers á Hafursstöðum segir að ætlunin sé að fá lífeyris- og fjárfestingarsjóði til að fjárfesta í rekstrinum. Enginn af helstu lífeyrissjóðum landsins hefur fengið slíkt erindi. Fjárfestar og sérfróðir menn í áliðnaði efast hagkvæmni til rekstursins. Klappir Development áformar að byggja álver skammt sunnan við Skagaströnd og var viljayfirlýsing við kínverska fyrirtækið NFC fjármögnun undirrituð í ráðherrabústaðnum í fyrradag að forsætisráðherra viðstöddum. Ingvar Unnsteinn Skúlason, sem samkvæmt hlutafélagaskrá eini eigandi Klappa Development, sagði í samtali við fréttastofun í dag að ætlunni væri að álverið verði í eigu Íslendinga og að leita verði til innlendra fjárfestinga og lífeyrissjóða að koma inn í reksturinn þegar þar að kemur. Fréttastofan hafði samband við helstu lífeyrissjóði landsins og hafði enginn þeirra fengið slíkt erindi til sín ennþá. Einn þeirra benti á að orkufyrirtæki hafi verið að víkka út viðskiptamannahópinn með tilkomu kísil og gagnavera. Í þeim samningum sé orkuverð hærra en til álverana og samningar styttri auk þessum orkuþörf þeirra sé minni. Samningsstaða íslenskra orkufyrirtækja hafi því batnað og það hljóta vera keppikefli að fá sem hæst verð og þá sé mikilvægt að markaðurinn breikki. Aukin áhersla á álver sé ekki til að draga úr rekstraráhættu orkufyrirtækjanna. Haukur, það virðist vera ansi margt óljóst þessu áform. Já, þetta mjög ófullkomin mynd sem við höfum fengið ennþá að þessu. Það hafi ekki fengist nein viðtöl við hvorki fulltrúa kínverska fyrirtækisins né eiganda þess íslenska, þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir. En það minnst ákosti virðist vera að engir stóri fjárfestar síðan minnst ákosti komnir borð. Þetta eru auðvitað á fyrstu stigum, en það hafa engir fengið erindi, svo vita sé, sem við höfum talað við. Og menn hafa líka efasemdir að álver upp á 120.000 tonn sé hagkvæm eining. Það má benda á að til minnst álver á Íslandi í dag Straumsvík og það framleiðir yfir 200.000 tonn. En orkan, það alveg sem þess óljós hvaðan hún á að koma. Já, og það auðvitað stóra spurningi því að orkan auðvitað grundvöllurinn fyrir svona rekstri og það verður ekkert virkjað stórt á næstunni svo vita sé. Eigandi Klappa sagði stuttu samtali við okkur í dag að menn væru að minna á gamalt loforð að orka úr blöndur nýtt í heimabyggð. En það loforðið eru bara sýnd veið en ekki gefin. Það var athygli að forsætisráðherra var viðstandur undirritun viljayfirlýsingar fjárfestingu. Hvað segir hann þetta mál? Já, það voru engin fjölmiðlar viðstættir. Almannatengsla fyrirtæki sendi fyrir hönd Klappa út tilkynningu daginn eftir með mynd og tilkynningum þessu undirritun. En við náðum tala á forsætisráðherra í dag og við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Já, við fögnum auðvitað öllum áhuga því að byggja hér upp og skapa störf. Ekki hvað síst út land því að allt og víða hefur störfum fækkað og íbúum líka. En nú vona ég að þetta sé að snúast við. Frá því að viljayfirlýsingin álver á Hafursstöðum var undirrituð að viðstöddum forsætisráðherra hafa vaknað margar spurningar framkvæmdina. Ekki síst varðandi orkuna sem þarf til að svona framkvæmd verði að veruleika. Mér finnst þetta vera algjörlega á byrjunarreit að menn fari ekki að stað með svona framkvæmdir nema það liggi fyrir að menn hafi þá trygga orku, aðgengi að orku og menn verði þá svara því hvaðan á hún að koma. Varðandi þennan landsluta, þá sé ég tala þetta tiltekna verkefni, varðandi þennan landsluta má minna á að á sínum tíma voru gefin fyrirheitum að orka sem að yrði til þarna yrði nýtt á Norðvesturlandi og heimamenn eðlilega muna það þó að það hafi ekki alveg gengið eftir undanfarna áratugi. Lilja Rafney segir einnig að þörf sé á skýrum svörum frá forsvarsmönnum þessarar framkvæmdar varðandi hvernig svo lítið álver geti reynst arðvænt eða hvort þetta sé aðeins fyrsti áfangi af fleirum. Mér finnst að það sé nú ekki gott að það sé verið að byggja upp miklar væntingar hjá fólki sem hefur búið við fólksflutning á svæðinu og erfitt atvinnuástand víða að ég held að það þurfa að skoða þetta miklu betur. En hvert mat forsætisráðherra? Mun þetta álver verða að veruleika? Það á bara eftir að koma í ljós. Það eru, eins og ég nefndi, mjög mörg stór fjárfestingaverkefni í farvatninu á Íslandi þessa dagana. Sjálfsagt verða þau ekki öll að veruleika en þau eru þó til marks uppbyggingar anda sem að mun vonandi skila sér í bættum lífskjörum allt land.